Í þessu vídeói skoða ég nýja ritilinn í Canvas. Fyrst verður yfirlit yfir umhverfið, síðan örstutt textavinnslu, hvernig tenglar eru búnir til í efni utan Canvas og tenglar í efni námskeiðs, líka hvernig er þetta hlaða inn skjalinn í ritilinn og þá er sýnt hvernig mynd er sett inn, hvernig efni úr öðrum forritum er birt, til dæmis upptaka úr Panopto eða Canvas Studio eða Teams fjarfundur, hvernig upptöku er hlaðið upp í ritilinn og tölvu og hvernig tekið er upp inn í ritlinum. Það er líka sýnt hvernig vídeó frá YouTube er birt í ritlinum. Það er farið örlítið í töflur og að lokum er sýnt hvernig gengið er úr skugga að aðgengi að efninu í ritlinum sé í lagi, gagnvart þeim sem þurfa að nota skjálesara til að skoða efnið. Í ritlinum birtist valmynd efst og hnappastika fyrir neðan. Þessu svipar til Word. Þegar músabendli er haldið yfir hnappi þá kemur fram skýring á honum. Það skiptir máli hvort smellt er beint á hnappinn eða á litlu örina við hann, því þar undir eru fleiri aðgerðir. Ef notandinn er með lítinn skjá þá geta nokkri hnapparnir verið faldir á bakvið þennan frípunkt. Í valmyndunum fyrir ofan eru svo enn fleiri aðgerðir í boði. Fyrir neðan ritilinn eru líka hnappar. Það er hægt að stækka og minnka ritilinn með því að draga til punktana. Það er hægt að láta ritilinn fylla út í skjáinn á meðan unnið er og síðan er smellt á Escape á lyklaborðinu til að minnka ritilinn aftur. Fyrir þá sem vilja vinna í HTML viðmótinu þá er hér HTML möguleiki og smellt aftur á sama hnapp til að fara í venjulega viðmótið. Það eru upplýsingar orðafjölda í ritlinum. Það er hnappu til að skoða aðgengi að efni ritilsins og svo er hér hægt að skoða flýtilykla og hér er listi yfir alla flýtiliklana. Algengustu flýtilyklar virka í ritlinum. Það þarf að merkja fyrirsagnir til að þeir sem noti skjálesari sjái greinamun á venjulegum texta og fyrirsögn, hnappar til að móta texta, feitletra, skáletra, undirstrika, breyta lit texta, litamerkja texta, yfir og undirskrift. Hér undir format valmyndinni eru svo enn fleiri möguleikar til að móta textan. Nú velja allan textan og smelli á Clear Formatting til að taka alla mótun af textanum. Það er ágætt að hafa það í huga að samkvæmt kenningum cognitive overload þá fer meiri hugræn orka í að lesa texta með mismunandi letri, litum, myndum og þá getur fókusinn á innihaldi textans minnkað. Til að búa til tengil í efni sem er ekki í Canvas þá byrja ég að finna slóðina á efnið og það er best að opna það í vafra. Það þarf að velja slóðina í adressulínunni og afrita. Í Canvas þarf ég að velja textan sem á að vera tengill og svo smelli ég á keðjubútinn og vel ytri tenglar eða nota Ctrl+K flýtilykilinn. Slóðin sem var afrituð er límd inn og smellt á lokið. Það er góð regla að láta textan sem verður tengill gefa upplýsingar hvað tengillinn opnar. Segjum að ég vilji minna nemendur á að kynna sér kennslu áætlun. Þá væri gott að hafa tengil í hana hér. Þá myndi ég fara í keðjubútinn og velja tenglar námskeiðs. Kennslu áætlunin er í valmynd eða leiðarneti námskeiðsins. Það er nóg að smetla á hana einu sinni og þá dettur inn tengill í kennsluáætlun. Nú vil ég vísa á fyrstu viku námskeiðsins með tengli og nú ætla ég að láta ákveðin texta hér vísa á fyrstu vikuna. Ég vel textan og fer í keðjubútinn, vel tenglar námskeiðs. Vikan eða einingin er hér í námsefni og þar smelli ég á fyrstu viku sem ég var áður búin að stofna. Til að búa til tengil í skrá sem er nú þegar í skráasafni námskeiðsins, þá er bæði hægt að fara í tengla námskeiðs og í skjöl námskeiðs.
þetta virkar alveg eins en maður fær örlítið mismunandi viðmót. Það þarf að byrja á að staðsetja bendilinn inn í textan þar sem tengillinn í skjalið á að koma. Í staðinn fyrir að nota hnappana þetta líka alltaf hægt að fara í insert. Ég fer í tengla námskeiðs og þarf þá að velja skrár hérna uppi. Hér kemur upp möppustrúktúrin í skráarsafni námskeiðsins og það gerir í mörgum tilfellum einfaldara að finna skrána. Leið og ég smetla á skrána þá dettur inn tengill á hana. Heiti tengilsins verður þá það sama og skráarheitið. Ef skráarheitið ekki mjög lýsandi þá væri betra að búa til texta fyrst og velja textan og smetla svo á skrána. Þá verður textin tengill í skrána. Ef maður fer hins vegar hina leiðina, sem sagt insert, skjal og skjöl námskeiðs, þá koma skjölin fram en ekki möppustrúktúrin í skráarsafninu. En það hægt að raða skjölunum eftir dagsetningu eða í stafrófsröð, annars farið að nákvæmlega sama hátt. Ef ég vil setja hér inn skjal sem ég með í tölvunni minni, eitthvað sem ekki komið í skráarsafn námskeiðsins, þá nota ég hnappinn skjöl og fer í hlaða upp skjali. Leið og ég sett svona nýtt skjalinn í ritilinn, þá vistast það líka í skráarsafni námskeiðsins. En ég hef reyndar ekki stjórn á því hvar í skráarsafni það vistast. Ef maður vill henda reiður á því hvar gögnin vistast, þá þetta betra að raða skjölunum sjálfur inn í skráarsafnið í viðeigandi möppu. Hér hægt að setja inn lárétta línu sem getur hendað vel til að afmarka hluta textans og til að gera hann læsilegri. Hér myndahnappurinn. Þegar smellt á litlu örina við hliðina þá koma upp 3 valkostir. Ég get hlaðið upp mynd, náði mynd sem að í skráarsafni námskeiðsins eða í eigin skráarsafni í Canvas. Hér koma upp myndir sem í skráarsafni námskeiðs. Það þarf að staðsetja bendilinn þar sem myndin á að koma og síðan nóg að smetla á myndina. Þá dettur hún hér inn í ritilinn. Til að breyta stærð myndar smetli ég á valkostir myndar, breyti stærðinni. Annar texti eða svo kallaður alttexti nauðsynlegt að láta fylgja með myndum á vef. Þeir sem nota skjálesara vita þá af hverju myndin Ef þetta hins vegar einungis myndskreiting, þá ekki þörf á lýsingu á myndinni eða alttexta. Síðan smellt á lokið. Til að hlaða upp mynd þá boðið upp á 3 möguleika. Hlaða upp mynd úr tölvunni, finna mynd í Unsplash eða setja inn slóð á mynd sem maður hefur til dæmis fundið á netinu. Hér fyrir neðan svo valkostir, velja að myndin sjáist bara beint eða að birta tengil á myndina og þá myndi hún opnast í nýjum flipa í vafranum. Til að setja inn upptöku úr Panopto eða Canvas Studio eða til að setja upp fund í Teams, þá þarf að nota hnappinn smáforrit sem lítur svona út eins og lítil rafmagnskló. Það líka hægt að fara í Tools og velja þar smáforrit. Canvas sýnir þau forrit sem maður notar mest, en svo smellt á allt til að sjá öll forritin. Ég vil Canvas Studio og þá opnast gluggi inn í stúdíósafnið mitt og ég finn upptökuna sem ég ætla að nota. Studio leggur til að leyfa athugasemdir, allow comments. Nemendur geta þá sett inn athugasemdir við ákveðin atriði í upptökunni. Í þessu tilfelli vil ég slökkva á því og smelli síðan á embed og þá dettur upptakan hér inn í ritilinn. Það eru nánari leiðbeiningar Canvas Studio, Panopto og fjarfundi í Teams í Canvas leiðbeiningum kennara. Það hægt að taka upp inn í ritlinum, hlaða upp myndbandi eða hljóðupptöku úr tölvunni, ná í efnið í skráarsafn námskeiðs eða í manns eigið skráarsafn. Ég smelli á hlaða eða taka upp og þá bjóðast þessi 2 möguleikar að sækja efnið í tölvuna mína eða taka upp
og það mögulegt að sleppa kamerunni ef maður vill og þá þetta bara hljóðskrá. Ég smelli á Start Recording, segi það sem ég vil segja og smelli á Finish. Áður en maður vistar þá hægt að spila upptökuna. Það líka hægt að byrja upp á nýtt. Upptökunni gefin titill og vistað. Þessi upptökumöguleiki í ritlinum gefur einungis kost á stuttum upptökum, það bil 4 mínútum eða svo. Þetta getur hentað í stutt skilaboð til nemenda, til dæmis, eða á milli nemanda og kennara. Þessi upptaka, hún á heima þar sem hún tekin upp. Vistast til dæmis ekki í skráarsafn eða annar staðar. Ef það þarf að nota þessa upptöku einhver staðar aftur annar staðar, þá betra að nota Canva Studio eða Panopto. Þessir sömu möguleikar eru líka í Insert valmyndinni undir miðill. Ef maður vill deila vídeói til dæmis frá YouTube, Vimeo eða annar staðar frá þar sem maður getur fengið innfellingakóða eða embed kóða, þá hér sérstakur hnappur fyrir það og hann líka í Insert valmyndinni. Maður þarf auðvitað að ná sér í innfellingakóðan. Hér ég komin á YouTube, búin að finna vídeóið sem ég vil deila. Ég fer í Share fyrir neðan vídeóið og vel Embed. Hér innfellingakóðin og það nóg að smetla einu sinni og svo á Copy. Svo fer ég yfir í Canvas, staðsett bendilinn þar sem vídeóið á að vera og smetli á fella inn hnappinn eða fer hér í Insert og fella inn. Og lími inn kóðan með því að hægri smetla og velja Paste eða nota flýtilykilinn Ctrl+V. Sumar upplýsingar hentar best að setja upp í töflu, til dæmis þegar þörf á að veita einhvers konar heildarsýn yfir eitthvað. Það ágætt samt að vera meðvitaður að þessi heildarsýn tapast þegar tafla skoðuð í snjallsíma, sem nemendur nota mikið til að skoða námskeið. En auðvitað þetta skruna til hliðar. Ég byrja á að fara hér í Table og velja hversu margir reitir eiga verið í töflunni. Það hægt að fara í töfluhnappinn líka eða Insert. Taflan dettur inn og fyllir út í ritilinn, breiddin á henni 100%. Þegar verið að vinna eitthvað stórt í ritlinum, þá ágætt að láta hann fylla út í skjáinn. Þegar ég smelli á töfluna þá birtast hér möguleikar, til dæmis Table Properties eða eiginleikar töflunar. Þessir möguleikar og fleiri til eru líka hér undir Table valmyndinni. Hér get ég valið breidd töflunar. Nú væri taflan 50% af því plássi sem hún fær á skjánum. 50% plássið í snjallsíma því ansi lítið. Sennilega betra að velja breiddina í pixelum og miða við hvað innihald töflunar þarf mikið pláss. Svo hér meira að segja advanced möguleiki líka, þar sem hægt að velja enn fleira til að móta töfluna. Með því að setja bendilinn inn í reit í töflunni þá kemst ég í Cell Properties eða eiginleika reitsins. Ég get bætt inn línu í töfluna eða eitt og unnið frekar með línur töflunar, bætt dálkum í töfluna. Það líka hægt að draga handvirt til skilrúmin í töflunni. En ég læt þetta duga töflur. Að lokum fer ég aðeins í athugun á aðgengi. Hér hnappur til að kanna aðgengi þeirra sem þurfa að nota skjálesara til að skoða efnið. Þegar smeltir á hnappinn lætur Canvas mig vita hverju ábótavant í efninu sem ég búin að setja inn. Mér bent á að töflur ættu að hafa yfirskrift sem lýsir innihaldi töflunar og hér býðst mér að setja inn þessa yfirskrift. Ég smelli á virkja og fæ þá upp næsta vandamál og lagfæri það ef það á við og síðasta vandamáli tengist myndinni. Það bent á að myndir ættu að fela í sér annan texta sem lýsir innihaldi myndarinnar. Þetta svokallaður alttexti sem á að fylgja mynd sem sett á vef. Ef þetta hins vegar einungis myndskreiting þá hægt að merkja við það og þá óþarfi að setja inn lýsingu á myndinni. Þegar maður hefur leyst öll vandamálin, koma upp þessa blöðrur og þessum paneli lokað hér. Þetta komið ritilinn. Takk fyrir.